Prestaþing ákvað í dag að fallast ekki á tillögu 40 presta á þá leið að prestar gætu vígt hjónabönd samkynhneigðra til jafns við gagnkynhneigða. Þess í stað ákvað meirihluti prestaþings að samþykkja tillögu biskups að prestum yrði heimilt að blessa staðfesta samvist samkynhneigðra sem þeir hafa þó getað í nokkur ár. Sigursteinn Másson sestur hjá Helga og ætlar að ræða þessa umdeildu ákvörðun prestastefnu í dag við Geir Waage sóknarprest sem staddur á prestastefnu á Húsavík. Velkomin Sigursteinn hér í Efstaleitinu og Geir norður á Húsavík. Ég ætla að byrja á þér, Geir Waage. Við heyrðum biskup, í fréttum áðan tala að hann vildi ekki taka svo afdrifaríka ákvörðun eða öllu heldur kirkjan. Hvað eiga menn með því að tala afdrifaríka ákvörðun, Geir? Þetta mál hefur allt sinn gang og það sem núna á dagskrá að ganga frá þessu blessunarformi sem hefur verið í undirbúningi að minnstakosti síðan í fyrra, markvisst að þessari niðurstöðu núna, sem ástæða til að óska biskupi til hamingju með og þjóðkirkjunni. Hvort önnur frekari skref verða síðar tekin, það veit enginn. En það ekki hægt að leggja að jöfnu að skilningi meirihluta þeirra sem þarna voru, sambúð og hjúskap karls og konu og sambúð fólks á sama kyni. Geir, örstutt varðandi þetta, þýðir þetta þá áfram að þjóðkirkjan, prestar þjóðkirkjunar íslensku séu mótfallnir því að Alþingi veiti trúfélögum heimild til þess að vígja saman samkynhneigð pör? Við segjum ekki Alþingi fyrir verkum, en kirkjan mun ekki stíga þetta skref núna að minnstakosti, frekar heldur en aðrar kirkjudeildir hafa treyst sér til. Við erum ekki bara kirkja hér á Íslandi í einhverju limbói eða utan við allar veraldir. Við erum þáttur og hluti af kirkjunni í veröldinni allri og samhengið líka yfir kynslóðirnar og áfram. Takk fyrir þetta, Geir. Sigursteinn, það sem samþykkt var í dag í raun og veru þessi tillaga biskups, hún gengur alls ekki eins langt og þú og fleiri hefðu vonað. Þetta mjög dapurleg ákvörðun prestana. Ég verð að segja það, þetta mjög dapurleg ákvörðun. Það kallar á kjark að standa með jafnrétti. Geir Waage segir að það sé afdrifarík ákvörðun að vígja samkynhneigða til jafns við gagnkynhneigða í kirkjunum. Ég segi að það sé mjög afdrifarík ákvörðun að hafna því og ég tel að þetta hafi verið mistök af hálfu kirkjunnar og þegar menn að tala það að þeir geti frestað jafnréttinu að þá gengur það ekki upp, hvort sem það í 5 ár eða 10 ár eða 15 ár. Annarkvort jafnrétti eða ekki og eins og ég hef skilið inntak kristinnar kirkju að þá snýst það jafnrétti og kærleik. En Sigursteinn, snýst þetta mál, ef ég má grípa aðeins inn í, þetta mál hefur ekki nokkuð skapaðan hlut með jafnrétti að gera. Við breytum ekki skikkan skaparans. Meira segja íslenska synótan jafn vel sett og haldin hún og vel búin af frjálslyndu fólki, þá breytir hún ekki skikkan skaparans. En hvernig getur þú sagt að þetta snúist ekki jafnrétti? Kirkjan þá að einhverju leyti með þessa Karlar og konur karlar ekki það sama á konur. Konur öðruvísi en karlar. Karl og kona geta sameiginlega til dæmis skapað nýtt líf, ef Guð með í ráðum. Það gerir karl og karl ekki eða kona og kona. Það hluti af skikkan skaparans. Við breytum ekki því að það munur á kynjón. En þetta snýst ekkert að kirkjan sé að heimila fólki að eignast börn, þetta snýst að... Barneignir hluti af sambúð í hjónabandi. Karls og konu, já. Já. Við erum ekkert að finna að því að fólk búi saman, ekki nokkuð skapaðan hlut. Það sem meira það verið að leggja til ákaflega merkilegt form sem búið að leggja mikla vinnu í. Fyrirbænar og blessunarform fyrir sambúð fólks af sama kyni. Það finnst mér nú bara að vera býsna merkilegur hlutur. Sigursteinn, með þessi orðgeis, þá ekki einsýnt að boltinn hvað varðar það allavega trúfélög, hvort sem það heita þjóðkirkjan, fríkirkjan eða ásatrúarfélag eða hvað að boltinn sé núna hjá Alþingi að veita þessa heimild óháð því hvað þjóðkirkjan ákveður fyrir sitt leyti? Það er mikilvægt að átta sig á því að kirkjan ekki í tómarúmi og Geir segir það réttilega að kirkjan starfar ekki í tómarúmi. Þannig að við búum hér á Íslandi
sem betur fer við mjög framsækna jafnréttislöggjöf. Hvort sem það varðandi jafnrétti karls og konu eða jafnrétti samkynhneigðra. Þannig hefur Alþingi og íslenskir stjórnmálaflokkar og almenningur á Íslandi gengið lengra í jafnréttinu heldur en flestar aðrar þjóðir. Í þessu samhengi verður að skoða íslenska þjóðkirkju sem að nota bene starfar í skjóli íslenskra laga og í skjóli Alþingis og ég get ekki skilið þetta öðruvís en svo að með þessari ákvörðun í dag þá sé kirkjan, og ég skildi orð biskups í fréttunum þannig, að kirkjan sé á vissan hátt að vísa þessu aftur til Alþingis og ég held að við hljótum að kalla eftir afstöðu þingmanna og afstöðu frambjóðanda núna til alþingiskosninga gagnvart þessu máli vegna þess að þetta ekki smáatriði sem hér að ræða. Þetta snýst það hvaða skilaboð stofnun, aldagömul stofnun sem að varðar okkur öll vegna þess að við komumst ekki hjá því í lífinu að eiga samneyti við kirkjuna með einum öðrum hætti. Hvaða skilaboð þessi stofnun sendir okkar unga fólki sem til að mynda í dag og í þessum töluðu orðum að átta sig á sinni kynni. En það getur alltaf verið að þetta sé eitthvað fjandsamlegt gagnvart samkynhneigðum þó að kirkjan sem að í eðli sínu íhaldsöm eins og Geir hefur nú minnst á hér að hún taki einhvern tíma í þetta. Það eðlilegt að kirkjan sé íhaldsöm, en hins vegar ekki eðlilegt eftir öll þessi ár og allan þennan tíma sem að þessi umræða hefur verið að kirkjan sé svona algjörlega á skjön við almenningsálitið í landinu og ekki bara almenningsálitið, heldur líka löggjöfina sjálfa. Það væri nú ekki að kirkjan væri á skjön við almenningsálitið. Fyrstu aldirnar var nú kirkjan aldeilis á skjön við almenningsálitið og það var komið tímabil sem að kirkjan hefur kannski verið of veik fyrir því að elta almenningsálitið. Ég nefni nú bara þann stóra hluta þýsku kirkjunar sem elti nasistana. Geir, það þykir nú heldur betra núna að kirkjan í heild elti þá ekki þar. Þar var nú almenningsálitið knýjandi. Við skulum ekki blanda. Ég ætla bara rétt í lokin ef ég má að minna á það að kirkjan, íslenska þjóðkirkjan, finnst þér nasismi sambærilegur við samkynhneigð? Kirkjan starfar á forsendu fagnaðarerindis sem drottin Jesúm Krist. Geir, hún starfar á forsendu Guðs orðs. Já, Geir, en ertu að leggja jöfnu nasismi og samkynhneigð? Vertu ekki að snúa út úr fyrir mér. Ég var að segja það að kirkjan hefði betur í Þýskalandi, meginhluti kirkjunar í Þýskalandi sem hallaði sér að almenningsálitinu þá og elti það, hún hefði betur látið það vera. Svaraðu einni spurningu, Geir. Ertu, fyrir þitt leyti, miðað við það sem þú segir, væri það þér þá ekki algjörlega sársaukalausu sem kirkjuna manni að Alþingi myndi taka þá ákvörðun að veita trúfélögum heimild til þess að blessa samkynhneigða? Ég hef enga trú á því að Alþingi fari nú að brjóta gegn því sem að verið hefur samkomulag á milli ríkis og kirkju áratugum saman, að Alþingi fari að segja kirkjunni fyrir verkum á sviði innri mála hennar. En það eru fleiri trúfélög en kirkjan. Og ég vona það að kirkjan vari sig á því að ekki að segja Alþingi fyrir verkum þá hluti sem eiga ráðast á Alþingi. Við verðum að láta þessu lokið. Þakka þér fyrir, Geir. Ég sitt hér bókstaflega út á þekju eins og þú sérð. Þakka þér fyrir, Geir. Sömuleiðis.